Nú ætlum við að skoða mismunandi rúmfræðiform. Hérna ég með nokkur tvívíð form. Hvað mörg horn á þessu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Þetta allt þríhyrningar. En nóg að segja þetta sé bara þríhyrningur? Já, það ekki rangt að segja þetta sé þríhyrningur, þetta allt þríhyrningar. En við getum séð að til dæmis þessi með 90 gráðu horni. Það rétt horn. Þannig við segjum að þessi sé rétt hyrndur. Hvað með þennan hér? Hann með tvær hliðar jafnlangar. Þegar við merkjum svona strek í hliðarnar, það þýðir að þær eru jafnlangar. Hann jafnarma. Tveir armar jafnlangir, við erum með 2 arma, svona alla jafna. Þannig að þessi jafnarma. Jafnhliða svo með allar hliðarnar jafnlangar, þá allar merktar eins. Ef það stendur í textanum, þríhyrningurinn jafnarma, en það ekki merkt svona með punktum, þá má ég setja punktana bara ef mér finnst það þægilegra. Ef það stendur í textanum, hann jafnhliða, þá má ég merkja allar eins. Ef það stendur í textanum, hann rétthyrndur, þá má ég teikna 90 gráðu horn. Það alltaf augljóst hvaða horn 90 gráðu horn, ef mann sé alveg klastur saman. Þannig að þetta eru þríhyrningarnir. Þá eru það ferhyrningarnir, 1, 2, 3, 4 horn en alltaf. En eru þetta allt eins ferhyrningar? Það spurning. Ef ég skoða til dæmis þennan, þá þessi rétthyrndur, af því að öll hornin eru 90 gráður. Reyndar kemur ekki fram hérna beint að þessu 90 gráður, en í svona myndum þá þetta yfirleitt rétthyrningar, nema eitthvað annað komið fram. En þessi hérna það í raun líka, það ekki? Hann með 90 gráðu horn, ég veit þetta ekki alveg 100% teikna hjá mér. Ég ekki að teikna myndirnar þar sem þetta eitthvað næstum því, annarkvort þetta bara alveg 90 gráður eða bara alls ekki eins og hér. En þessi líka ferningur, og að hvað leyti ferningur ekki, því að þetta rétthyrningur líka það ekki, en hvað gerir þennan að ferningin ekki þennan? Jú, það af því að hér eru allar hliðarnar jafnlangar. Þá heitir þetta ferningur, en hvort það gerir þetta náttúrulega ferhyrningar, eins og ég sagði áðan. En þetta líka samsíðungur. Þessi líka og þessi líka. Og í raun þessi líka. Hvað að vera samsíðungur? Þetta svo eini sem bara samsíðungur. Þó svo hann nálægt í að vera tígull líka. Samsíðungur með 2 pör samsíða. Liggja hlið við hlið, snertast aldrei. Þessar tveir eru samsíða, þessar tveir eru samsíða. Síðan það trapesan, það þessi hér, þar sem þess 2 línur eru samsíða en ekki hinar 2. Og á endanum það svo tígullin sem hérna. Hann í raun samsíðungur, en hann stundum mjórri á annan veginn, þannig að hann ekki endilega samsíðungur, en getur verið það. Þannig að þessi nokkurn veginn samsíðungur, en tígull getur verið mjórri á annan veginn og þá ekki samsíðungur. Samsíðungur segi en tígull. Þannig að við þurfum að þekki í sundur þessi mismunandi form. Síðan það hringurinn, svo erum við með 5 hyrninga, 6 hyrninga, 7 hyrninga og þá bara förum við að telja hornin. Það eina sem skiptir eiginlega marg hyrningum sem eru konum meira en 4 horn í mismunandi hópa eru þið reglulegir eða ekki. Eru hliðarnar jafnlangar eða ekki? Ef við erum með sléttatölu á hornunum þá getum við verið með að hliðarnar á móti hverri annari geta verið samsíða eða ekki, þó sé ekki allar jafnlangar. Þannig að það til alls konar orð yfir þetta, en það í raun aðalatrið telja horn og kunna þetta sem ég var að fara yfir áðan.